Frá Dalvík til Hvammstanga, en þar starfandi eitt af þeim liðlega 30 ungmennaráða á landinu. En hvert eiginlega hlutverk þeirra? Í æskulýðslögum frá 2007 kveðið á að sveitarfélög skuli hlutast til að stofna ungmennaráð og eru þau hugsuð til að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar málefni ungs fólks í viðkomandi sveitarfélagi. Það eru 31 sveitarfélag sem hafa stofnað ungmennaráð og Húnaþing vestra eitt þeirra. Þú ert búin að sitja í þessu ráði í hvað, nærri 2 ár? Já, við erum búin að sitja 14 fundum og við reynum að hafa fund fyrsta mánudag í hverju mánuði. Síðan auðvitað hlýðrast það til eftir þörfum. Og hvað fjallið þið? Þetta bara snýst hagsmuni ungs fólks í sveitarfélaginu og það getur hver sem sendt bréf að koma erindi til okkar, okkar starfsmannanna, og við tökum það fyrir á fundi. Og þá sendum við það til viðeigandi staða, svo sem sveitarfélaga eða smærri nefnda eða eitthvað, vegagerðar eða hvað sem það heitir. Og reynum að sinna því þar til að kemst í gegn og fáum almennilegt svar. Þannig að þið takið frá öðru ungu fólki, einhver aldursmörk á því hvað það má vera ungt eða? Nei, við sinnum öllum. Þið sinnum öllum upp í 18 ára aldur? Ég held að það sé upp í 25. Já. Og hvernig mál hafið þið verið að fá inn á borð til ykkar? Það alls konar. Við höfum búnað að kaupa íþróttahús, við höfum búnað að kaupa grunnskólan og tilfærslur á sorptunnum af því að það á stöku stað hér og ekki allar mjög hentugar. Og kaupum hingað og þangað og við höfum verið að styrkja og við styrktum æskulýðsfélagið ferð og núna í desember síðastliðinn þá keyptum við með umhverfisstjóra og umhverfissviði leiktæki upp í grunnskólan hérna, keyptum 3 leiktæki og já, við höfum verið að gera svona hingað og þangað. Einhver svona sérstök mál sem að brenna mikið á ungmennum hérna á þessu svæði? Sko, þetta ennþá svo nýtt, þetta bara ár og ungmenni eru enn að átta sig á þessu. Hvernig hafið þið kynnt það fyrir öðrum krökkum? Við fórum og töluðum við þau og maður hefur bara verið að spjalla við þau þegar maður hitti þau og þau vita alveg af þessu. Og maður hefur alveg lent í að krakkar komið til manns og segja að það þurfi að bæta hitt og þetta. Þannig að krakkar hafa alveg skoðanir á því hvað má betur fara í þessu sveitarfélagi? Já. Og hlustað á ykkur? Já. Það fer allt í gegnum sveitarstjórnina og sveitarstjórnin held ég bara samþykkja allt hjá okkur. Þau eru mjög jákvæð fyrir þessu hjá okkur og reyna að gera okkur mjög margt til hags. En hvernig þetta samansett, ungmennaráðið? Þetta eru 5 ungmenni. Það eru 2 hérna sem voru lýðræðislega kosnir úr dreifnáminu og 1 frá æskulýðsfélaginu. Síðan það formaður nemendaráðs í grunnskólanum og 1 frá ÖSFH. Ungmennafélaginu? Ungmennafélaginu, já. En hvað telur að þið lærið á því að vera í ungmennaráði? Við lærum auðvitað lýðræðisleg vinnubrögð og samvinnu og auðvitað bara stjórnmálaskoðanir og svona. Þetta við sem að þarf að taka afstöðu og svona. En þið eru ekki bundin einhverjum stjórnmálaflokkum, eða? Nei, alls ekki. Nei. Bara að taka skoðun, það er svo mikilvægt að geta tekið skoðun. Já. Staðið með hana. Tekið afstöðu í málum og slíkt. Þannig að þið eru líka að læra ákveðna svona rökhugsun og svona. Já, og færa rök fyrir mál líka. Já. Þannig að nú eru 31 sveitarfélag á Íslandi búið að stofna svona ungmennaráð. Finnst þér að hin eigi að fylgja í kjölfarið? Já, já. Og þegar við fórum hingað í nærliggjandi sveitarfélag og vorum að kynna dreifnámið, þá kynntum við líka ungmennaráðið. Og nemendur voru mjög spenntir fyrir þessu. Og það voru sveitarstjórnarfólk á þessum fundum yfirleitt og þau spjölluðu mikið það að þau yrðu að stofna ungmennaráð. Og þau tóku mjög vel í það allir og við vonaði bara að drífa sig í því. Já, þetta bundið í lögum. Já, en eins gott að fara að byrja á þessu. Á Dalvík eru töluð 7 tungumál í skólanum og fjölmenning í hávegum höfð. Söguskjóðinni ætlað að efla íslenska kunnáttuna. Við sóttum styrk til þróunarsjóðs innflytjenda. Við erum með börn af erlendum uppruna, það eru 7 þjóðerni í skólanum og 26% eru af erlendum uppruna. Þannig að við erum búin að setja okkur fjölmenningastefnu
fyrir 2 árum og höfum verið svolítið upptekin af því að innleiða hana. Helga Björnsmöller, sérfræðingur á fræðslusviði, fór til Hollands og kynnti sér Story Sex eða sögurskjóður og okkur fannst tilvalið að prófa þetta hérna í skólanum í okkur. Þetta er svona foreldraverkefni og hugmyndafræðin er þannig að fá sem flesta foreldra bara inn í vinnu að búa til sögurskjóður og einmitt að fá sem flest þjóðerni með til þess að koma kannski svona önnur mynd á pókana heldur en bara ef það væri við sjálf kennararnir að búa það til. Við fengum styrk frá, eins og ég segi, Þróunarsjóði innflytjenda og við náðum að keyra þetta verkefni 2 sinnum í gegn. Núna á voruninni voru 13 foreldrar og 20 börn í barnapössun hjá okkur. Þannig að styrkurinn fór að mestu leyti svona í að borga starfsfólki fyrir barnapössun og í svona efni sem fer í pókana. En vinnan er bara sjálfboðavinna foreldra sem er bara frábært hjá þeim. En pókarnir og sögurnar sjálfar, segðu okkur frá því. Já, þetta byggist þannig að foreldrarnir skipta sér í hópa og núna síðasta voru 20 foreldrar í seinni hlutanum sem tóku þátt. Þannig að við gátum búið til 4 póka og foreldrarnir velja sér bók í sameiningu og það er skemmtilegt að bókin hafi kannski eitthvað svona sérstakt gildi eða innihald sem að kennir okkur kannski eitthvað samskipti eða eitthvað sem okkur finnst mikilvægt að taka inn í skólastarfi. Nú, svo byrjað að hanna pókana og það er ákveðið hver verður sögu hetjar pókans og pókin skreyttur með henni og svo er svona ákveðið form á pókana þannig að það eru svona 4-5 verkefni í hverjum póka. Og þetta getur verið spil, púsluspil, brúður, eitthvað bara sem foreldrum dettur í hug að væri skemmtilegt að nýta í starfinu. Eitthvað svona áþreifanlegt líka þannig að þau fá þetta í gegnum leikinn líka. Og síðan er sagan lesin á disk sem að fylgja með þannig að þeir foreldrar sem ekki lesa íslensku geta hlustað á hana með börnunum og þannig unnið með bókina heima af því að markmiðið er síðan að pókarnir fari í heimsókn til barnanna og eru þar í viku í senn og þau bara njóta þess að spila og leika með pókana með foreldri sinum þessa viku. Og hvernig metur árangurinn? Fyrir pókarnir eru farnir í gang af því að þetta voru 3 póka þá sem að fóru á stað og foreldrar eru bara óbúslega ánægðir með þetta. Fólk skráir sig bara hverju vilja fá pókana og fá það eins og ég segi viku senn og svo skrifa þeir svona pínu mat á því hvernig þeir fannst. Og ég get ekki séð neitt annað en bara jákvætt og mjög skemmtilegt námstæki og bara til að hafa eitthvað skemmtilegt að gera heima og tengja við skólann. Og er það ekki bara stórkostlega íslensku kennsla? Jú, ekki síður, af því að eins og ég segi, þetta eru 7 tungumál sem eru töluð í skólanum og mikilvægt að við svona finnum okkur eitthvað sameiginlegt tungumál og í gegnum þennan leikinn og vinna með bækur og vinna saman, þá einmitt eru bara foreldrarnir að koma hérna inn í skólan sem er líka svo jákvætt að þeir bara finna þeir eru velkomnir. Hvernig hefur þér gengið í verkefninu? Já, það var bara gaman. Við vorum bara allir vinna saman. Við vorum bara ákveða hvað við viljum að gera og bara skipuleggja hver vil gera hvað. Já. Og bara vinna og hafa gaman. Og þér finnst það skemmtilegt? Það var mjög skemmtilegt, sko. Þú veist, ég læra íslensku, ég læra mikið. Mikið nýja orð og... Er þetta góð aðferð til að læra? Já. Tungumál? Já. Það er bara, allt er mjög góður til að læra, til að bara vera með fólk og æfa sig. Sögurskjóðurnar eru samvinnuverkefni milli skólana hér hjá Dalvíkurbyggð. Það er svona Krílakot hérna og svo Kátakot og grunnskólinn, yngsta stigið. Og það má svona kannski segja það að fræðslu sviði hefur lagt mikla áherslu á að samvinnu milli skólastigana og einmitt varðandi fjölmenninguna og þessa fjölmenningastefnu sem var útbúin fyrir sveitarfélagið. Í næsta þætti þá er komið að því að setja handverk í fókus. Fókus alla miðvikudaga á N4 klukkan 18.